Sigurjón Skúlason heiti ég og ætla að fjalla hér rannsókn á skimunarprófinu hljóm. Titill erindisins eiginleikar hljóm 2 í úrtaki barna frá 2019, atriðagreining og leitandi þáttagreining. Höfundar eru Júlíus Ósk Hafþórsdóttir og Sigurgrímur Skúlason. Erindið byggir á BS-verkefni Júlíu en gögnunum var safnað á vegum Menntamálastofnunar án persónuauðkenna í ágúst og september 2019. Tilgangur rannsóknarinnar að bera saman eiginleika skimunarprófsins hljóm 2 frá árunum 2001 og aftur í úrtaki frá 2019. Og tilgangurinn í raun og veru að skoða að kanna hvort að hljóm 2 virki með sama hætti sem matstæki fyrir hljóðkerfisvitund leikskólabarna og mikilvægi rannsóknarinnar felst í því að hljóm 2 mikið notað í öllum leikskólum landsins. Það var gerð áður rannsókn á minna úrtaki þar sem hafðum einungis heildartölur, ekki líka eins og prófatriði. Ég kalla það stundum fyrra úrtak frá 2019. Það úrtak benti til þess að það væri ástæða þess að endurstaðla hljóm 2 að eiginleika prófsins hafa einfaldlega breyst og þessi rannsókn var gerð til þess að kanna betur með hvaða hætti þetta væri. Gögnunum var safnað haustið 2019. Þátttakendur voru 211 börn á leikskólum víða af landinu og að jafnaði voru 4-5 börn af hverjum leikskóla. Því miður náði úrtakið einungis 3 af 4 aldurshópum að aldurshópinn, þessi 4. aldurshóp samkvæmt aldursviðmiðum hljóm vantaði inn í. En styrkurinn var sá að hér höfðum við upplýsingar einstöku prófatriði. Og hljóm eins og alkunna skimunarpróf fyrir börn á aldrinum 4 ára til 9 mánaða og upp í rúmlega 6 ára og það notað í öllum leikskólum til að meta hvort að barn sé í áhættuhóp fyrir að lenda í lestrarerfiðleikum og talsverðar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli árangurs á barnahljóm og árangurs í lestri á yngstu stigum grunnskóla og jafnvel inn á eldri ár grunnskóla. Og hljóðfærnisvitund, svo við aðeins rifjum það upp, þá það færnin til að geta meðhandlað hljóðtungumálið og hugsað tungumálið og meðvitaðan hátt, skynja skilið og hugsað hljóðfræðilega uppbyggingu tungumálsins og beitt hljóðfræðilegum þáttum án þess að tengja endanlega við merkingu orða. Það merkingin þá annar armur af tungumálinu. Og með þessi hinn armur af tungumálinu að lestrarnám, það felst í bæði í því að breyta þessari vinnu með hljóðið, hvort sem það táknað rituðu máli eða hvort að það talað mál eða einhvers konar hljóðtáknun í taugakerfinu og svo aftur merkingin og að skilja innihald textan. Ef við byrjum á að skoða niðurstöður meðal frammistöðu barna í ólíkum aldurshópum, að það sem að við viljum fyrst benda á mismunur í fjölda barna á aldursbilum. Það eru 350 til sirka 440 í úrtakinu frá 2001. Það stöðunarúrtakið, en í úrtakinu frá 2019 þá þetta það bil 70 börn í árgangi. Það sem að niðurstöðurnar segja það að árangur barna á fyrsta aldursbili hann breytist, að árangur betri árið 2019 heldur en árið 2001. Árangurinn hinn árin það bil sá sami. Það að segja þegar prófum þetta með T-prófi að þá margt betri frammistaða 2019 í fyrsta aldursbili
en engin munur í öðru og þriðja. Og benda á það að við notum hérna röð T-prófa en ekki anófu. Ástæðan sú að við höfum ekki gögnin sjálf undir höndum, 2001 gögnin. Þannig að við erum raunverulega að gera eftirágreiningu þar sem við notum yfirlitstölur úr handbók Hljóm 2 og við getum gert sem sagt T-próf út frá þeim og þess vegna notum við T-prófið þó svo að anófa prófið væri mun heppilegra. Ef við kíkjum á áreiðanleikann, að það sem skiptir kannski mestu máli hérna er heildaráreiðanleikinn 0,9 mælist hann með alfa-stuðlunum sem er alveg þokkalegur stuðl og sýnir það að prófið hefur alveg frá þessu sjónarhóli burði til þess að vera notað við greiningu á einstökum nemendum. Meginmarkmiðið var hins vegar að kannski, eða það sem ég ætla aðallega að fjalla þó svo að við fjöllum meira kannski atriðagreiningu í ritgerðinni sjálfri, að ég ætla að tala meira leitandi þáttagreininguna. Að gera var leitandi þáttagreining, við notum sennileika mat eða maximum likelihood aðferð við lausn og fyrstu þrjú eigengildin voru 2,88, 1,06 og 0,77. Í framhaldi af því voru skoðaðar lausnir með 1 og 2 þáttum. Og ástæðan er sú að ef við horfum á 4 ólíkar leiðir til að ákveða fjölda þátta, að við erum með hefðbundið skriðupróf, samlega greiningu, kíkvarapróf og kæsarviðmið, að 2 af þessum aðferðum benda á 1 þátt og 2 á 2 þætti. Þannig bendi skriðupróf til 2 þátta, samlega greining til 1 þáttar, kíkvarar fyrir samanburð á 2 þáttalausnum. Það studdi að 2 þáttalausn félli betur á gögnum en kæsarviðmið 1 þáttalausn. Þannig að það þótti full ástæða til að bera þetta tvennt saman. Og við snúninga voru notað geomin aðferð, einkum að sér lagi af því að sú aðferð býður upp á matstöðla og úrvinnsla fór fram í N+4,0. Hér horfum við á þáttalausnir eins og 2 þáttalausnar. Ef við byrjum að horfa á 1 þáttalausn, að þá hleður þátturinn samstöfur ekki inn á þann þátt. Í 2 þáttalausn þá hlaða samstöfur á hvoran þáttinn og einungis hljóðtenging á annan þáttinn. Ef við horfum á mátgæðin, að hefðbundnir matstöðlar staðfestandi þáttagreiningar, að þeir styðja það að 2 þáttalausn sé betri en 1 þáttalausn. Einungis SRMRS gefur veikan stuðning fyrir 1 þáttalausnina og upplýsingaprófin eru misvísandi líka. Þannig að við höfum ekki mikinn stuðning þar. Þegar skoðaðar eru leifar út frá hvorri lausn fyrir sig, að þá er áberandi hve mikið er á háum leifum fyrir einstaka lausnina. Þetta er einstaka lausn og rauðu tölunar eru leifar eða vísbendingar það að fylgni milli einhverja prófhluta að þau eru ekki vel metin í einstaka lausn og sýna raunverulega þetta hvers vegna einstaka lausn er ekki eins vel uppbyggð, einstaka lausn kemur ekki eins vel út. Ef við horfum á 2 þáttalausnina, þá erum við færri stuðla, ég glemdi þess að merkja þennan hérna, en við sjáum aftur að það eru veikleikar í þessari lausn. Og heildarniðurstaðan var sú að í raun og veru henta hvorug lausnin til þess að lýsa svörum barna við Hljóm 2 núna í kringum 2020. Það er lítill sem engin stuðningur við að eins þáttalausn hendi. Það er einungis einn matstöðull sem gefur veikan stuðning, samanburðarlíkan hafnaði og fjöldi
leyfa sem víkur frá 0 mjög mikill. Matsúrar styðja þokkalega tveggja þáttalausnina, en tveggja þáttalausnin, hún einfaldlega stenst ekki grunnkröfur þáttagreiningar um það hvað er til þátt. Það er bara ein breyta sem hleður á tveggja þáttalausnina. Það er bara hljóðtenging og út af þeirri forsendu þá getum við ekki kallað seinni þáttinn í tveggja þáttalausn þátt og verðum að álíta sem svo að tveggja þáttalausn falli heldur ekki að gögnunum. Þannig að við prófuðum eins þáttalausn án hljóðtengingar og hún hafði OK mátgæði, að vísu aftur að samstöfur falla ekki inn á þá lausn. Þannig að það er ekki til góð, þannig að niðurstaðan er svo að undirprófin 7 á hljóm 2 falla ekki saman á heildstæðan þátt. Og í niðurstöðurnar, ef við tek það saman, að þá sýna þær að það þarf að skoða betur sum atriði hljóm 2. Ég fór ekki út í það hér í þessu erindi, þá hljóp yfir þá glæru vegna þess að það er flókinn samanburður þar sem að það eru engin börn á 4. aldursbili, þannig að það þarf að reikna sig til aðeins út frá meðaltölum, leiðrétta fyrir meðaltöl prófluta til að átta sig alveg á hvað er að gerast eða bara meta einsfælla hvaða atriðin og hvernig þau passa inn á þá aldursbil þar sem við höfum gögn. En það sem kannski er stóra málið er það að við breyttum samfélag og málþroska kannski úreldast prófatriði. Það er mjög vel þekkt að prófatriði úreldast og hljóm er jú orðið 20 ára gamalt. Þá virðist þurfa að endurstala hljóm 2 að við getum ekki talað að heildartalan að hún endurspegli einhverja heilsteypta hugsmíð eins og rannsóknir á henni eru í dag. Og ég vil bara aðeins klekja út með því að benda á að í skýrslu fyrri greininguna, fyrra úrtakið frá 2019 sem ég ýjaði að áðan, sem að Sigurgrímur og Andri Anna Guðjónsdóttir gerðu, að þá kom út svipuð niðurstaða, þannig að þáttabygging hljóm 2, hún stenst ekki lengur þessa kröfu heildstæða mælitölu og þannig að það er breytt frá 2002 og þá ætla ég að þakka fyrir mig, fyrir hönd okkar Júlíu og enda þessa upptöku.